Maðurinn með reykelsið Sigmar B. Hauksson, umsjónarmaður þáttarins Eldhús sannleikans. Jæja Gunnar, ég kveikti á reykelsi svona því við erum í svo djúpum samræðum hérna. Já, það náttúrulega hluti af lífsnautninni. Til að fá réttu stemminguna. Fyrsta skilningarvitið, nefið. Já, það er nefnilega, það er nefið, já. Heyrðu, en það sem er afar merkilegt að spá og spekúlara það er gildi nautnanna. Já. Hvað viltu segja það? Nú eru nautnina margs konar náttúrulega. Sko, sjónvarpið, það setja menn alltaf skorður. Það verður góð spurning ef maður hefði 3 klukkutíma til að svara þessu, sko. Já. Hvað fæ ég langan tíma? Já, taktu bara niðurlagið. Niðurlagið, já. Það, ég þykist hafa tekið eftir því að maðurinn er sérhannaður til að njóta. Gott. Sérhannaður til að njóta. Og sérstaklega, sko, trúarbrögð hafa stundum, sko, misskilið þetta. Til hvers Guð almáttugur sérhannar mannin til að njóta. Við höfum 5 skilningarvit, ekki satt? Jú. Við hér leggjum bara upp úr einu, það er að segja bragðinu. Það eru 1000 veislur. Já. 1000 veislur, hver annar er glæsilegri. En þetta er bara þetta eina skilningarvit. Síðan koma augun, það eru 10 milljón veisluborð fyrir augað. Svo kemur heyrnin. Hvað eru mörg veisluborð til fyrir? Eyrað. Eyrað. Smekkleins eins og eyrnakonfekt var einhvern tíma fundið upp. Það segir afskaplega lítið allar þær veislur sem þú getur lifað gegnum eyrað. Hvað er eftir? Tilfinningin. Sama. Nefið, sko. Við erum komin lengst frá því að nota nefið, en þetta er nú fyrsta skilningarvitið. Og til dæmis jurtaríki notar eingöngu nefið. Allt yfirborð trés það sem eftir bara nasir hjá okkur, ekki satt. Með öðrum orðum, þannig hefur öll skilningarvitin hönnuð til að njóta. 1000 milljónir veisluborða. Skilningsgleðin er hönnuð til að njóta. Hugur, sko, og hvað sem sko, er hérna hannað til að njóta. Og svo segja menn og segja það að menn eigi að hafna öllu þess sem að drottinn allsherjar var kannski 18 billjón ára að skapa fyrir okkur. Er til meira vanþakklæti en þetta, kæri vinur. En af hverju eru menn alltaf Já, þetta er góð spurning, af hverju eru menn að þessu? Af hverju segja þær ekki bara þetta orð fátæklingsins takk? Ég segi bara takk. Það er allt eitthvað annarkvort hneykslanlegt, bannað Nákvæmlega, allt sem er gott er siðlaust og svo framvegis, eða vitandi. Já, en hvernig getum við breytt þessu? Við getum náttúrulega breytt þessu meðal annars með því að benda þeim á þetta sem hafi ekki uppgötvað að maðurinn er hannaður til að njóta. Veistu það, Gunnar, ég er svo sammálaður, ég hef ekki heyrt bara gáfulegra sagt lengi. Þakkaði fyrir. Og þá er næsta spurning sem kemur upp í huga mig, Gunnar, það er það að menn sem að svona kunna að njóta, það þarf að vera hóf í öllu, vitaskuld, kunna að njóta og verða þeir ekki svona, ég segi nú ekki betri menn en svona hæfari og svona, já, og hamingjusamari og betri þegnar. Sko, menn er ekkert normal ef þeir kunni ekki að njóta. Þeir eru ekki einu sinni normal. Nei. Ég meina þeir bara dæma sig úr leik. Já. Það er svona þýðingarmikið að njóta. En nú voru til bara heila stofnanir og félög og fyrirtæki sem eru að hamla þessu að menn geti notið lífsins. Já, sjáðu nú til, sko. Málið eins og spekingarnar segja þetta er ekki svona einfalt. Nei. Það er alltaf þetta. En sko, nautnin hefur mörg andlit. Eins og vinnur minn Bubbi Mortens sagði við mig í gær þegar ég spurði hann að þessu. Hann sagði þetta hefur mörg andlit. Og okkar öld hefur séð gerviþarfir og gervinautnir sem er ekki eðlilegar og ekki náttúrulegar. Nei. Sjáðu. Og þessar gervinautnir eru náttúrulega neikvætt afl. Þær eru ekki gleðigjafi til lengdar. Nei. Þetta er misnótun, sko. Áttu þá við, já, nú er oft sko kannski... Við þekkjum all sko nautnir á villigötum. Já. En hinar skipta
ekki milljónum heldur endalausri tölu. Þetta er endalaus veisluborð þessu. En nú eru menn sko mest uppsigað við kynnautnina virðist vera. Það er að því að þeir vita hún tíðinga mest. Það er náttúrulega ekki til nein nautn á við kynnaut. Það vita allir sem eru komin til vits og ára. Já. Er það ekki? Jú, ég er alveg sammála þessu eins og öllu sem þú segir, Gunnar. Sko, það er ekki að vera. Þetta er svo sjálfsagður hlutur. Þetta er grundvallar hvötin og það er ekki að fara inn í freudisma til að samþykja það. Þetta blandast öllum öðrum tilfinningum, ekki satt? Jú, en nú sko, finnst mér til dæmis eins og ef við tökum þetta okkar kalda land, fallega land, vísundislega land, að þá til dæmis er eins og við séum nýkominingað, eins og ef þú sérðu þetta á Ítalíu og Suður-Frakklandi, Spáni, þá er einhvern veginn svona meiri lífsnautn í loftinu, klæðaburði fólksins, á kaffihúsunum og svo framvegis. Er þetta trúarbrögðin eða veðrið eða hvað er það sem gerir þetta svona? Ég held að Íslendingar kunni alveg að njóta á hvert sem er. Það er ekki kannski eins áberandi sko, á götum og kaffihúsum. Ég er ekki tilbúinn að segja það að við séum eitthvað síðri og þó getur það vel verið samt. Því að það er margt við höfum búin að vera svo stutt í landinu og það var hérna trúarbrögðin, næstum öll stóru trúarbrögðin, hafa minnstakosti á einhverju tímabili farið út í það að fordæma fegurð. Já. Til dæmis, ég skal segja þér, ég las í kirkjusögu frásögn af því að í ensku kirkjunni á öldinni sem leið þá komu tveir bráðfallegir og myndarlegir menn heim á mjög ríkulegt terrasettur og þeir stóðu og horfðu út gluggann og virtu fyrir sér fegurð landsins. Já. Móðir þarna kom og virti það fyrir sér og lét hýða þá. Hvað er þetta? Já, þú trúir þess ekki. Nei. En þá er það þetta, fegurðin var fordæmd af því hún var nautn. Menn áttu eingöngu að hugsa sæluvist á himnum og jörðin átti að vera táradalur. Já. Það er alltaf verið að tala um það að Jónas Hallgrímsson hafi verið fyrsta skáldið sem skynjaði náttúrufegurð. Menn skilja það ekki að þetta var hreinlega bannað, trúarbrögðin bönnuð fegurðardýrkun. Þannig Jónas hefur verið bara byltingamaður? Auðvitað var hann byltingamaður, hann gerði uppreisn gegn þessu. Já. Nei, heyrðu, nú er kominn gestur. Hérna. Nei, sæl, Sirrý. Blessaður. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. En huggulegt hérna. Þú þekkið, þetta er Gunnar Alltaf Dahl, heimilislegt hérna, já. Blessaður. heimspekingur. Blessuð. Sæl. Gaman að hitta þig. Já, sömuleiðis. Ég var að segja að maður þekkir þig og án þess að þekkja þig því að þú ert búin að vera svo lengi í stofunni, sko. Og mann finnst maður þekkja þetta fólk sem hefur alltaf verið í sjónvarpinu, í stofunni hjá mann. Já, ég þekki nú ýmislegt til þín bara því að ég er með nýjustu bókina hérna á náttborðinu hjá Og mér. það er ekkert annað. Að elskur að lifa. Já. Heyrðu, Sirrý ætlaði að elda fyrir okkur. Já, og þetta er hérna, þetta er gallinn. Hérna jakkinn fíni. Já. Ef ekki bara drífa okkur inn í eldhús, Gunnar, þú kannski verður okkur til skemmtunar. Ég Segir ykkur vís orð? Það var ekki séður að skilja minn eftir í stofunni eina, sko. Nei. Heyrðu, ég hérna... Já, ég þarf nú að finna hérna einhver... Þetta eru ómögulegir stólar. Ég ætla að koma hérna með stól hérna. Já, þetta er stóll heimspekingsins, kalla ég Já, þetta. er það, já. Já, góðan daginn. Hér er... Gjörðu svo vel. Góðan og blessaðan daginn. Þakka þér Svo fyrir. vel. Jæja. Hvernig fer þig, Gunnar minn? Það fer alveg ljómandi. Þetta er bara notalegt og heimilislegt hérna hjá okkur. Já, ég vona það að... Jæja, Sirrý, hvað ætlar að laga fyrir okkur? Ég ætla að gera hérna einfalt og nútímalegt bara eins og fólk vil hafa það í dag. Eins og þú ert. Já, ég veit það nú ekki. Nútímaleg, en margbrotin vissulega. Ég ætla að gera hérna pasta með reyktum laxi og tómatsalat með basilíku, ferskri basilíku eins og er hérna. Og þetta er mjög einfaldur réttur, ég ætla að byrja hérna á tómatasalatinu. Og holt. Og holt.
Og Já. hérna, ég eldaði þetta, ég var í Bandaríkjunum að vinna á sjónvarpsstöð Já. og þá eldaði ég þetta fyrir bandaríska vini mína og hérna, mér fannst þetta mjög einföld og létt matreiðsla. Þeim fannst þetta íburðarmikið og mikið mál að gera þetta því þau eru svo mikið fyrir sko skyndibita. Já, já. Og hérna, svo líkaði þeim þetta nú vel því að þau hringdu í mig á þakkargjörðarhátíðinni síðast og báðu mig uppskriftina. Bara heimsfræg í Ameríku. Nei, ég segi það nú ekki, en uppskriftin þótti góð. En hérna, ég ætlaði nefnilega Gunnar og Sirrí að búa til hér steikja lifur Já. og ástæðan er svo að maður verður svo gáfaður ef maður borðar lifur. Það var að borða hana hráa, það var ekkert að matreiða lifur. Já, það er nú... Það er miklu veiðumenn, þú ert veiðumæður. Jú, en það er góð hugmyndi. Ég ætla nú að hafa hana aðeins hráa en ekki mjög hráa. En segðu mig Gunnar, í beinu framhaldi að þessu, nú vilja allir, ertu ekki sammála því Sirrí, það allir vilja vera svo hressir, góðu formi, éta ykkur efni og annað. Er þetta ekki ykkur nostalgí og þrá fyrir til þess eilífa lífs? Hvað er þetta? Auðvitað eiga menn að lifa að eilífu, hvað annað? Já, og hvernig förum við að því? Hvernig förum við? Ertu ekki trúaður maður? Jú. Einfalt mál. Já, en þú átt nú að segja okkur frá þessu, við viljum vita þetta. Við viljum heyra þetta vörum heimspekingsins. Það er lúxusinn sem við búum við hérna með heimspeking bara fyrir framálkum eða veitum. Ég skal segja þér, ykkur, Já. að það var tíska í Kína, svona á miðöldum, að þá fóru menn á námskeið og borgaðu til dæla litla peninga til þess að læra að verða ódauðlegir í lifanda lífi. Það var til dæmis stórskáldi Li Po, þið ekki Li Po, Já, ég hef heyrt það fínt skil. ljóðskáld. Hann gat aldrei orðið sentilmaður af því hann drakk of mikið. Það er nú komið fyrir marga góða. Já, sko, þið vitið að hérna að Kínverjar fundu upp hugtækið sentilmannin Já. og Bretar tóku það upp eftir Kínverjum mjög löngu seinna. Já. En að vera sentilmaður, það voru 300 reglur sem voru nauðsyn og 3000 reglur til viðbótar fyrir hérna háaðalinn. Li Po, hann reyndi ofta að komast í embætti sem embættismaður hérna keisarinn sem komst aldrei. Nei. Út af drykkjuskap. Kallt greið. Já, Þetta var fyrir daga S.A.A. já, sko. en hann fór á þetta námskeið til þess að verða eilífur. Og varðeilifur. Nei, ekki var það nú, en hann segir frá því í kvæði að hann hafi farið upp á fjall sem að var séður reyna ódauðlega sko að fara og ríða þá á hvítum hreindýrum sko. Í Kína. Þetta var í Kína, já, en þeir fóru þarna á hæsta fjallið og þetta var hluti af þessu prógrami. Já. Í raun og veru er hérna ævisaga Li Po mjög skemmtileg saga sko. Já, Og mjög fáránlega í sjálfu sér. Ég hérna, Gunnar og Sirrí, ég ætla áður en ég fer að búa til steikja lifrina, sem á nú að vera mjög lítið steikt, þá ætla ég að búa til marmelaði úr rauðlauk, sem er einstaklega hollt. Já. En býttu marmelaði, það Einhvern veginn er hægt að gera marmelaði Sykur og laukur eða hvað? Þetta er bara eitthvað sem einhverju kokkar hafa fundið upp. Eingöngu, nei, þú blandar einhverju saman við það. Já, þetta skal ég segja, þetta er alveg feikilega góð ólífólía. Já, svona, já. Rosalega góð og hérna jómfrúðarolía, bara eins og fínt vín. Og rauðlaukurinn látinn malla í þessu, þangað til hann orðinn linur. Og þetta gefur alveg einstakt og gott bragð. Og þú ert að búa til þarna að gera eitthvað ljúfmennt salat? Já, þetta er bara svona einfalt tómatasalat með basilíku, það passa svo vel saman. Já, fersk basilíka. Já. Og tómatar eru svo meinhollir, Já. segja þér. Hver er þeir svona hollir? Það er efni í þeim sem að, ég man nú ekki hvað heitir, Liptontín, sem að dregur úr krabbaminn. Já, er það? Já, þetta eru bandarækjamenn hafa, það eru tómatsósur orðin holl, vissuðu það? Nei, ég er ekki bara allt hollt svona í hófi. Ég man að, þú komst nú einu sinni í útvarpsþátt til mín og þetta var einmitt í janúar. Já. Og allir að tala um svona megrunaræði og líkamsrækt og fitusnaut, allt saman eftir jólin. Já. En þá komst þú og talaðir um lífsnautnina og maður ætti að borða
drekka mikinn rjóma og fá sér smjör og síðan ætti maður að fá sér rauðvín eða konjak og hlusta á blues. Sagði ég þetta? Já, já, þú vildi meina að það væri sko meinholt. Var þetta ég? Þetta varst þú og þetta var mjög skemmtilegt einmitt á þessum tíma svona í janúar sko. Já. Það var alveg í andstöðu við allt sem maður var að heyra. Já, ég náttúrulega held þess svona enn fram sko, en maður þarf ekki kannski að hafa mjög mikið af þessu. En lifrin, þetta er lambalifur og hérna ég er búinn að setja hérna í lög sem er bara vatn og rauðvínsetning til að draga úr henni svona blóð og annað. Við ætlum bara að steikja hana, rétt steikja hana, því eins og heimspekingunum segir þá hún að vera mjög létt steikt. Hættu nú að gera grína mér þó að ég hefði vilst í þennan þáttinn, sko. Nei. Ég er engin heimspekingur og þarf ekkert að vera það. Já, en allt sem hún segir, Gunnar, er alveg feikilega merkilegt. Þakka þér fyrir. Og hérna... En veistu það, heimspeki er afskaplega leiðinlegt orð. Já. Hvað viltu hafa frekar? Gríska hugtækið, sko, filosófía, það hefur þveröfuga merkingu við heimspekingur. Nú. Þetta er svo yfirlætislegt og hrokafullt orð, heimspekingur, sá maður sem veit allt á himni og jörð. Er það ekki áhrifin á orðinu? Jú. En hvað kalla Grikkir þetta? Þeir kalla sig filósóf og filó þýðir að elska. Nú. Og sóf er Sofía, það var kvenmaður. Að elska Sofíu. Að elska Sofíu? Já, það er allt annað en að það eru vit í því, sjáðu. Mér finnst þetta miklu betra. Sofía var viskugyðjan, sjáðu. Mér finnst þetta miklu betra orð. Þetta er miklu betra orð, en þetta nota ég aldrei orðið eins og heimspekingur. En hugsaðu annað orð sem er nú ekki síðu fáránlegt. Stjórnmála maður. Já, það er mikið af þessum löngu orði sem eru leiðinleg. Býtu, hvað er það því? En nei, býtu, má ég klára þetta með heimspekingu? Vistu við byrjuðum á þessu? Að heimspekingu, sko, filósófið er þveröfugt. Þarna að elska í merkinguna að leita að Sofíu, að leita að þekkingu. Sá sem leitar að þekkingu og kallar sig leitanda, hann er búinn að viðurkenna að hann viti ekki. Já. Þú leitar ekki að því sem þú hefur, þú leitar að því sem þú hefur ekki. Þannig að filósóf er viðurkenning á því að þú vitir ekki en berir virðingu fyrir þekkingu og leitar hennar. Og menn geta ekkert verið annað en filósóf. Heimspeki er bara sauðamanna hugtak eitthvað, sko. Af háfjöllum, sko. Já. Íslands sauðamanna hugtak. Heyrðu, já, þú talar sko. Sofíu. Seri, þú ert ritstjóri Vikunar, en hvað ert að hætta? Já, ég var það til skamms tíma. Ég eignast barn fyrir 5 mánuðum. Já. Og bara ákvað að breyta svolítið í lífstíl og sinna barninu lengur, ekki fara að rjúka í verða heimavinnandi 150% vinnu út í bæ. Nei. Og mér var svo skemmtilegt að því Gunnar, ég var nú að segja að ég er að lesa bókina hennar nýjustu, að elska er að lifa, og þar var einmitt setning sem að mér fannst alveg útskýra þessa hugmynd mína, sko, það að vera lengur heima hjá barninu. Þú orðaðir þetta svona, þú segir, sko, andleg velferð hverrar þjóðar er helsta ríkidæmið eða helsta auðlegð hverrar þjóðar. Já. Og við byrjum á börnunum. Mér finnst þetta að vera svona. Lengi býra fyrstu gerð. Já. Þetta er svona svolítið mín hugmynd á bak við þetta. Þannig að ég ætla að vera aðeins lengur heima og aðrir sjá á vikuna. Já, ég held að þetta sé alveg frábær afstafa hjá þér. Nú ekki bara? Veistu það, ég hef heyrt margar konur sem hafa, sko, af nauðsyn orðið að vinna úti alla ævi, af því að, sko, samfélagið er þannig að það veitir ekkert af peningum. Er grimmt. Og stríti fyrir það sem einn kennari gat, sko, launin sem einn kennari fekk 1940, það er meira heldur en heil fjölskylda er núna. Já. En ég hef heyrt að segja það að þeir sakni þess mest að hafi ekki geta verið, sko, meira heima með börnunum á meðan þau voru ung. Já. Og mér finnst það að þeir sem að ráða þessum málum, þeir geta vel lagt peninga í það að fólk geti verið heima með börnunum eða vill.
þessi sem ráða, þeir eiga bara að vera heima Það sjálfur. eru sumir sem vilja ekki vera heima og þá er það bara í besta Bara lagi. val hvers og eins. En ef að menn vil að gera fólki, gefa kost á að velja, það fyrir marga er þetta gífurlega þýðingarmikið. Og maður náttúrulega borgar ekki reikningana með sko móðurástinni en hérna það er að gera að reyna þetta í svolítinn tíma. Já, og sko þetta er svo hérna þýðingarmikið sennilega og vafalaust sko fyrir börnin líka sko að hafa þetta. Ég hérna skal við segja ykkur er að steikja lifrina. Já. Ég sett hana fyrst í smá hveiti með hérna kryddsalti og pipar og síðan er marmelaðið, laukmarmelaðið. Ég set núna saman í það alveg dýrlegan drykk, dýrlegt efni sem heitir balsamic edik. Sem heitir hvað? Balsamic edik frá Modena á Ítalíu. Já. Balsamic edik, kannski við það? Jú, gott. En sko galdurinn er sko það má alls ekki steikja lifrina of mikið sko, þá er þetta búið. Það var svo þurr. Hún verður svo þurr. Já. Erst þú ekkert fyrir að elda, Gunnar? Ég hef aldrei getað hérna svoðið í sig hvað þá meira. Sko ég er af þessari kynslóð sem að hefðu frekar látið sko hengja sig en að fara í sund, setja upp sundu sko. Það er að segja. Þetta var bara vittleysa mínar kynslóðar. Fólk hefur farið óhemju mikið fram sem betur frá því að ég var ungur sko. En það var bara ekkert karlmannsverk að vera í eldhúsi sko. Ekki þar fyrir að ég hef nokkuð tímann haft þessa fordóma en hjá mér ég hefði letin þess aðalega sko. Er það? Ég hef alltaf verið latur maður og aldrei nefnt að hérna vera að stúsast í hlutum. Mér finnst bara svo mikið slökun í því oft að tíðum að elda, til dæmis á föstudögum eftir erfiða vinnuviku að hafa smá svona rauðvínstár í glasi og kannski bita gráðost og ólífur og elda og hlusta á útvarpið. Hlusta á Rás 1. Hlusta á Rás 1, það er alveg endurnærandi. Ég er hérna að steikja get ég sagt ykkur smá reykt flesk eða beikon og lauk. Já. Svona, get ég eitthvað hjálpað þér fyrir því? Nei, ég held þetta sé alltaf að koma. Það er gasið sko, svolítið vand með farið. Býta aðeins, við viljum bræða þetta fyrst. Þetta er lax hérna sem Stefán Jón Hafstein veiddi. Er það? Nei, ég veit það ekki. Ég trúi öllu sko, ég hef reyndað fyrst að þú er eldað þetta sjálfur. Já, nei, Stefán... Veit þetta sjálfur? Ég er ekkert frá því að við mættum nota meira af lauk en við gerum. Er hann ekki... Hann er hollur. Já, ég nota voða mikið lauk. Já. Einkanlega hvítlauk og lauk bara, já. Og hérna fornmenn áttu mikið lauk hér á Íslandi. Já. Og ég hérna... Þú varst að tala þarna áður en þátturinn hófst hvað Ítalir var allir kátir. Ég held að það sé miklu frekar hérna hvítlaukur eftir víni. Sem gerði á káta? Sem gerði á káta, já. Er það ekki bara hitinn hjá þeim? Og líka það náttúrulega, jú, auðvitað. Æ, mér finnst Ítali svo yndislegir. Það er allir hressir í góðu veðri. Já. En þetta er nú svo þessi... Hvað ertu með hérna til að einhvern spaða í... Hérna? Hérna ertu með þetta, já. Takk. En þetta skal við segja þér... Það hérna... Þetta er svo einfalt þessi réttur sem ég var að gera, Gunnar, að þú getur eldaðan. Heyrðu, ég er hugsun bara að reyna þetta, sko. Já. Þú hefur... Það er beikon og laukur. Já, og kapers. Já. Og uppskriftin kemur í mokkanum á morgun. Já. Og textavarpinu, blaðsíðu 244. Svo tæknivægt. Já, og svo hérna, og svo er þetta á netinu, bondi.is. Já. Aðeins búin að mýkja laukinn og þá bara setja laxinn hérna rétt að hita hann. Sem Stefán Jón Hafstein veiddi. Já, þú segir það. Já. Ég hef hins vegar með þessu hýðishrísgrón sem að eru svo holl. Það er B-vítamíniðum og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Þetta náttúrulega skiptir auðvitað mjög miklu máli hvað maður lætur í sig, sko. Já. Nú set ég hérna í marmelaðið smér. Og ég rjóma á sama tíma. Já. Og hérna svolítið sojasósu. En hérna, af því að ég var nú að vitna í Bandaríkin áðan, þá dettur mér í hug sko að þar í landi þá var náttúrulega svo mikil skyndibitamenning víðast hvar
Og nú eru menn farin að gera sér það að atvinnu að kenna borðsiði. Í Ameríku? Já, ég heimsótti konu sem býr í miðríkjum Bandaríkjanna, afskaplega fallegu húsi, stóru húsi. Og hún lifir á því að halda flott dekkuð matarboð, fallega dekkað borð. Að kenna ungum mönnum að nota hníf og gaffal? Já, hún kennir mönnum í viðskiptafræði að nota hníf og gaffal. Já. Og borða almennilega og eftir kúnstarinnar reglum því að hún segir að sko margir stóri viðskiptasamningar fara fram yfir borðhaldi. Og þá er nú eins gott að kunna þetta almennilega, kunna sig. Nú er ég búin að hita þetta hérna, þannig að þá bara... Þá setur þetta hérna bara? Já, búin að mýkja þetta svolítið. Ég ætla að hjálpa þér hérna með pastað. Já, takk. Já, þetta að koma upp í Bandaríkjunum að fara að læra mannasiði eftir? Fara að kenna borðsiði, já. Það að verða mikið borðsiðir eru náttúrulega hluti svona, já, svona, við skulum segja mannasiðum. Já. Ég man eftir því að þegar ég var ungur að þá var það yfirleitt verið að leggja niður alla mannasiði, hverju nafni sem það hétt. Hvort sem það voru borðsiðir, geringar eða hvað sem var. Hvað kallar svona tæki? Töfrasproti. Töfrasproti. Og þetta er svona fljótlegt. Rosalega fljótlegt. Ég hef venjulega sett þetta í múlinn ef svona matvinnslu vel og mauka þetta. Þetta verður alveg mauk. Já. Þetta ekki nóg bara? Jú. Svona. Fínt. Hvernig líst þér á þetta, Gunnar, hjá okkur? Mér líst mjög vel á þetta. Mér líst líka mjög vel á þessa tillögunar Sigríðar, sko, með mannasiðina. Ég eiginlega legg það til að Íslendingar semji kennslubók í mannasiðum og kenni það við Kallaskóla. Einu önn. Mannasiði, já. Sko, menn þurfi ekki nauðsynlega að nota mannasiði. En að sittast til borð og vita ekki hvernig ná að nota borðbúnað. Já. Eða heilsa manni og vita ekki hvernig ná að heilsa manni. Já. Sjáðu. Ótal svona hlutir að þetta er svo mikið öryggi að kunna þetta. Bara svo kunna umferðarreglunar? Kunna þetta. Er þetta svo sett saman við bara? Já, ég bara seti þetta inn. Já. Ef þeir brjóta þetta þá er það þeirra mál. En að kunna það ekki, það er dálítið hallærislegt. Já. Og þess vegna er komin tíma á það að semja kennslubók. Í mannasiðum? Í mannasiðum og kenna þetta við grunnskóla. Býttu, er þetta svo bara skamt á diskana? Þetta er bara skamt á diskana. Ég set reyndar aðeins meira hérna bara þá sem skraut? Af laxinum yfir, sem skraut. Ein önn er alveg nóg. Í mannasiðum? Já, til að breyta þjóðinni, sko. Já, flesti læri þetta náttúrulega heima hjá sér en Nei, fæstir fyrir ekki. Þetta er það? Fæstir nefnilega læra þetta heima hjá sér vegna þess að það eru komnar 3 kynslóðir í landinu sem kunna einhvað siði. Sem kunni ekki mannasiði? Já, ekki það sem hétu mannaskiðir hérna þegar að Rannveig Smith var ung. Þið munið eftir henni? Nei. Nei, þið munið ekki eftir henni. Hún skrifaði bók sem heitir Annaðhvort kurteisi eða mannasiðir. Jú, ég gluggaði þá bók einu sinni. Já. Og hún var með allt á hreinu hvað átt að gera, sumt af þessu sjálfsagt úrelt, ég hef ekki vilt á því. Já, sumt af þessu var nú svo flókið að maður hefði ekki mátt fyrir að því að en eiga síður eitthvað sem á við í dag og er svona almennt samkomulag Þetta væri góðverk að gera þetta við næstu kynslóð. Já. Mikið góðverk. Heyrðu, nú er þetta bara tilbúið. Já, ef ekki bara til okkur hafa þetta hérna sem forrétt. Já. Og svo fáum við okkur salatið. Já. Gunnar, gerð svo vel. Já, þetta var auðvelt fyrir mig. Og ég ætlaði hérna... Þú settir á 4 diska. Já, ég haf nú kannski heldur mikið. En ég hérna... Ég ætla að bjóða ykkur hérna upp á vínglas. Hérna sem að ég vonaði ykkur líki. Þetta er hérna Pinot Noir frá La Forêt úr Burgundahéraði. Afar ljúft vín, kvenlegt vín. Ljóð í flösku hef ég stundum sagt. Já. Ljóð í flösku. Þetta er frá afar vönduðum framleiðanda, Drouin. Já. Og hérna, en byrjiði umfram allt. Takk fyrir. Ég verð nú að fara úr þessum kokkajakka. Er það? Já. Svo er ég með hversdagshvítvin ef eitthvað vill. Það er vatn með myntulöfinni. Vill ykkur svoleiðis? Já takk. Aldrei of mikið af vatn. Ég hef aldrei smakkað þennan drykk.
Ég er ekki að tala um vatnið heldur. Þetta er mynduvatn. Já, þetta er hversdagshvítvin. Alveg ljómandi gott. Gott. Heyrðu, já, ég ætla nú að byrja á því að þetta er hérna, Gunnar, fáður hérna svona tómata. Það er diskur hérna við hliðina á þér. Það er fyrir. Hvernig matur eru uppáhaldi á þér, Gunnar? Kínverskur matur sem Er það? sem ég fæ stundum bara senda hann Gjörðu svo heim. vel, við vorum bara að það. En það er svona svolítið erfitt að fá góðan kínverska mat. Og þó, það Sem þú farið að senda hann heim? já, þú getur pantað 5 rétta fyrir 2 á tiltölulega vægu verði og það er eiginlega nógur matur fyrir mig í 5 daga sko. Já, þetta er það. Það, En indversku matur, þú nú verið í Indlandi. Er hann ekki góður? Indverjar hafa aldrei lært að elda. Hann er skelfilegur alveg. Hann er alveg skelfilegur. Hann er svo óhallur sko. Indverskur matur? Sterkur og allt og kryddar. Þeir hafa ekkert vita á mat. Nei, Það hefur stórlega staðið þeim fyrir þrifin sko. Já, þeir eru allavega mjög slæmir í maga, Indverjar yfirleitt. Sko þegar ég var þarna, það var langt síðan og ég er ekki eiginlega í standi til að tala meira um þá. Af því að ég var þarna 1950. En þá minnir mig að meðalaldurinn hafi sko verið eitthvað 36 ár. Og það var mikið út af mataræðinu sko. Ég skal segja það. Ja, Ég er nú bara á ljómandi góðu indverska veitingastað eins og á Hverfisgötunni. Já. Og í London? Já. sko, mér finnst þetta bragðgóður matur. Það er alveg rétt og einstakar sinnum þá fæ ég mér svona indverskan matur og mér finnst hann mjög bragðgóður. Ég er ekki að deila á bragðið, ég er að deila á hollustunum. Sko. Já. Og það er allt og mikið krydd og allt og lítið nota sko hollustufæði. Já, grænmeti. Grænmeti? Já, bara allt. Þeir nota ég vel ekki kartöflur. Nei, það er nú allt í lagi. Já, Heyrðu, en ef við getum að skála hérna fyrir gestgjafanum? Sigmari? Takk fyrir. Allir dagur. Já, skál. Skál. Ég reyndar með barnabrjóst en það lítur vera allt í lagi að fá sér svona dásanlegt. Já, Rauðstál. bara Já, lítið. þetta er frábært vín. Heyrðu, ég þarf að yfirgefa okkur, ég þarf að athuga lifrina. Sko. Já, næsti réttur. Þið verðið að afsaka þetta. En, Já. já, það er nú svona. Þá náttúrulega byrja ég hér á þessu, á marmelaðinu, góða. Hún Rannveig hefði nú ekki verið hrifin af þessu sko, að nota hníf í staðinn fyrir skeiðina. Nei, í hérna mannasíðabókinni. Já, Manstu eftir einhverju sem var svona áberandi í þessari bók hennar? Einhverjar já, gullnar reglur. ég sá hana einu sinni af tilviljun vera í samkvæmi og það var þjóðkunnur maður sem var svona venjulegur íslenskur sveitamaður í sér og þau voru að drekka hvítvínsglas. Og í hennar kurteisi stóð engin maður sem kann sig gengur frá tómu glasi. Það verður alltaf að vera eitthvað eftir vín í glasinu. Og þessi þjóðfrægi Íslendingur, hún skildi eftir svona lög í glasinu, kláraði þetta og þú getur gefið meira, sko. Og þegar hún búin að segja þetta 3 sinnum, þá kláraði hún. Og það sýndi það að hún gat ekki bara að skrifa kurteisins reglur, heldur skildi líka þessar grundvallaratriði í kurteisin að vera þægilegur. Já. Sem náttúrulega er náttúrulega grundvelli allir kurteisi sem það er að vera þægilegur. Já. Jæja, heyrðu, nú ætla ég bara að hafa þetta svona svolítið heimilislegt. Já. Og hérna, að því að hérna, þú ert nú eina konan hérna í selskapinu, þá fá hérna að þú ríður á vaðið. Takk. Já. Og hýðis frísbrún. Og filosóf. El filosofo, já. Þú heldur þér sama hika svolítið?
Já. Hvað ertu að vinna þessa myndi, Gunnar? Ég, það er ekkert merkilegt. Nei. Ég átti 50 ára rithöfundaafmæli Já. í ár og það er svona gefin út þarna bók núna tilefna því sem að gárungarnir sem að voru að heyra mig kallað stefnumót við Gunnar Dal. Það er nefnilega Og það. á eftir að miskilast gróflega sko. En fáðu hérna svona marmelaði úr rauðum lauk. Já, þetta er nýjung. Þetta er Þetta hef ég ekki séð. alls ekki Þakka þér. dvergt, sko. Og svo ef þú vilt hérna hýðis hrísgrón. En þú ert kannski ekkert fyrir hrísgrón, Gunnar. Ég stundum. Ég hefði nú getað soðið nokkra kartöflur, en Nei, ég er ekki mikið fyrir kartöflur. ég er eiginlega mikið til hættur við kartöflur. Já, ég er alveg hættur. Heyrðu, ég ætla að bjarga mér og ná mér í annan gaffal. Ó, heyrðu, Já, þó sért yndislegu gestgjafi þá rændir hann gaflinum. Ó, fyrirgefðu. Já, já. Það er svona ég Heyrðu, þetta var gott. hefði hérna. Já, já. Er þetta ómikið steikt? Nei, þetta er frábært. Þetta er bara frábært. Já. Sigmar, Jæja. ég veit að þú ert svo mikið á kaffihúsum, en gerur líka Jú. mikið á því að bjóða fólki svona í mat heim. Já, ég reyni það nú, en hins vegar er mér aldrei boðið neitt. Þorir enginn bjóða Ég meistaranum. veit ekki hvað það er. Ég held ég sé svona leiðilegur bara. En ég fyrir mikið á kaffihús og mitt uppáhalds kaffihús er Mokka. Já, Sama segi ég. Og já, þið eru mokkafólk. Já. Já. Hvert verð þú? Já, ég er í miðbæjarklíkunni. Við vorum reknir út á 3 stöðum og erum núna á Café París. Já. Já, þú ert í hópnu þegar alltaf fast borð þarna á mótnana. Ég er ekki fast, nei. Fráteki borð. Já, það eru nokkur þarna sem eru með fastborð, en ég er ekkert í því sko endilega. en hérna, sko, nú er það þannig að þið hljótið að vera erfiðir kúnnar, þið komið þarna og pantið eitt kaffibolla og setið yfir hann í 3 tíma. Í 3 tíma og 200 kall, góðan daginn. Þetta er eigandinn sko, reynir mjög á þolrifin, sko, eins og skilur. En allir sem labba framjá sjá að það er fullt og gott að vera. Þetta er afskaplega lélugur business, sko. Já. Að vera með alvöru kaffihúsamenn, sko. Já. En einhvern veginn skapaðist þessi hefð, ég veit ekki af hverju, og ég hef bara ekki þekkt annað í, bara þessi áratugir sem ég hef verið í kaffi. Það hefur aldrei þekkt annað en að drekka bara kaffi og ekki annað, sko. Nei. Þó er þetta yfirleitt átvögg, sko. Já, En það er bara, það eru komin mörg mjög góð kaffihús hérna. Mm. Kaffi Tár og ég veit ekki hvað þú heitir alltaf, með yndislegu kaffi. Mm. Ég var að segja þann daginn við þau að það er eins og maður sé í útlöndum stundum hérna orðið miðað við það var. Mm. já, þetta er orðið afskaplega alþjóðlega svona. Já. Heyrðu, fín þessi lifur Þakka þér fyrir. og marmelaði, skemmtilegt. Já. Já, þetta er gott. En það var gaman að þið gáttu komið. Það var Ég held að þú kæmist ekki sér í því, þú ert nú með lítið barn og ætti erfitt með að fara frá. Já, nú góða að og góðan mann. Já. Nei, nú ekki eini í þessu. Nei. Það er þetta 2 manna starf. Já. Nei, heyrðu, nú, hvað er þetta? Þú vona á einhverjum? Komdu blessaður, komið þið sæl. Blessaður sæll. Gjör svo vel. Takk. Heyrðu, það er bara eiginmaðurinn kominn Blessaður. og sonurinn. Voruð varnir að sakna mín. Já. Sækja mömmu. Sækja með mig á. Er það svona svangur? Sæll blessaður. Hann þarf að fá sitt. Já, heyrðu, ég verð þá sinna skildónum, blessaður. Ætlarðu að taka hann? Já, ég tek hann. Heyrðu, væru þið til í að skuldla fílósófnum heim? Já. Hefðu það farið? Blessaður sæll. Alveg sjálfsagt. Hæ, Þú ert í Vesturbænum eða ekki? ég er í Vesturbænum, já. Já, það er svo við. Hvað Já. er hann gamall? Þessi er 5 mánaða. 5 mánaða, búið að Já, skýra já. hann. Já. Þetta er hann Kjartan. Kjartan. Franklín heitir hann. Kjartan Franklín og þið eru hvað, 8 ára? Já. Það er Haraldur. heitir hann. Haraldur heitir hann. Jæja, heyrðu, Já, þetta er búið, er þetta ekki? Já, bara hvað ykkur? Já. Þetta er alltaf. Gott að koma til þín í hennan fína matinn. Frábært. Þið komið bara öll einhvern tíman setna. Mér finnst mjög sniðugt að bjóða fólki í mat og láta þessu elda sjálft.
Það er mjög. Hann skapar áhefni. Það skapar hún einhverja sérstakka tilfinning. Já, það gerir það. Jæja, Farðu vel með þig. Kæru sjónvarsáhorfendur, við þökkum fyrir samveruna. Gestir Sigmars B. Haukssonar í næsta þætti Eldhúss sannleikans verða þau Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur og Pálo Turki kennari. það er kannski hafður upp þóttavíl.